Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í kvöld ætlum við að nýta flugu eftir meistara Jón Sigurðsson. Þetta er aldrei verið birt opinberlega þessi, ekki svo ég viti til. Ég þekkti Jón vel og lærði hjá honum að nýta og veiddi með honum lengi. En þetta er fluga sem hann kallaði Sigga svört og Sigga rauð. Þetta er Sigga svört af því hún er með svörtum frambúk. Og það er smá saga á bak við þessa flugu vegna þess að Sigþór sem með podcastið Hylinn podcastið, hann var að gæta eitthvað Ameríkan á minni með þau verið Þingvöllum og gekk ekkert en hann var með box frá Jóni Sigurðssyni og ákvað að prófa að setja þessa flugu undir og nokkrum sekúndum síðar var komin á stærðarinnar Urriði þannig að bjargaði ferðinni fyrir hann Ameríkana. Í stél á Sigga svartri þá vorum við að nota rauðan hana. Bæta aðeins í hann. Og þessi mynd af manninu með Urriðan var notuð, víst, held ég að fyrstpartner í einhverju auglýsingu. Og hann orðar þetta þannig í podcastinu, ég geti farið á þáttinu með mér í podcastinu og hlusta á þetta aftur. En þegar Sigþór áður en hann tók þessa flugu upp á bóksinu þá sagði hann bara, allavega í podcastinu hvers slags spögelsi er þetta eiginlega? Þegar hann sá þessa flugu þessa flugu þetta Jón, einfalt og eitthvað út í lofti með vaskakeði í augum og eitthvað, hann hefði nú ekki mikla trú að þessu fyrst sinn, en svo tekur þessi stærðarinnar Urriði fluguna bara fljótt eftir hann fyrir undir og bjargar túrnum fyrir mannin. Við erum að nota Semperfly Nano Silk 50 denier í þetta, getur nota 30 denier líka hefilið. Afturbúkurinn á flugunni er flatt silfur og festum niður silfur vírinn fyrst og ég er að nota í þetta sem sé 0,2 mm silfurvír frá Semperfly og afturbúkurinn er sem sé mirror tinsel, silfurlita mirror tinsel frá Semperfly sem ég er búin að klippa þetta niður og það er helmingurinn af búknum silfur og framhelmingurinn er annarkvort svart árórugat eða eitthvað svart. Það má vera ull eða eitthvað svart efni. Þá byrjum við á silfrinu og ef því fram og þið sjáu hvað við stoppa með til hann, ég ætlum bara að zooma aðeins inn í þetta en við sjáum betur hvað við erum að gera svona. Og ef við silfrinu fram, svona kannski einni viðbót svona, grípum það með tvillanum eða þræðinum, tökum 3 þéttingsfasta vafninga og þá er þetta alveg safe, klipp í burtu. Því næst þá kemur silfur vírinn yfir þetta til þess að styrkja þetta 3-4 snúninga og við geymum silfur vírinn af því hann kemur á frambúkinn líka. Þið sjáum við svona geymum hann tökum við og nýtum hann alveg fastan niður setjum hann í geymslu. Ég ætla að nota stretch floss sem er á 500 metra rúlu, ég nota þetta mikið í púpur og fleira. Getum líka notað, breytt plan, við notum bara árórugat í frambúkinn. Það er hér. Það er þetta við hendina. Svart árórugat, málidött. Custom made fyrir kettlinn eins og Ólafur Ragnar sagði. Þannig við setjum það sjáum við niður, festum því niður og þessi fluga er eina flugunum til Jón sem að, eins og ég segjum, reyndar allar. Ekki vanmeta flugurnar Jóns, það er big mistake in the game og bara vanmeta Jón sem nýtara og snillingi þessu öllu líka big mistake því hann var alveg ótrúlegur kallinn. Ég veitti með honum og get borið þess vitni, það er bara
Það var að gera svolítið next level hluti, sko. Bæði í hönnun og flugum og fleiru. Svona. Þá náum við þessu með þræðinum hérna, tökum 2 þétta, 3 þétta vafninga til þess að grípa ullina hérna niður. Svona. Svo kemur vírinn yfir þetta. Og hérna 3 vafninga hérna yfir. 2 alveg þéttingsfasta hérna. Og höldum við þessu hérna með við þyrlum vírinn í burtu, svona. Og skeggið á Sigga svarta er sem sé rauður hani eða hæna. Hún er svo lítil þessi að maður nota hænu. Við gleymum að nefna að við erum að nota Traditional Name frá Arex nr. 12 í þessa flugu. En ef þið eigið svarta hænu eða eitthvað svona, rauða hænu eða eitthvað samskonar, þá er það sennilega í þessa stærðar flugu ekkert verra. Hanin er með svo mjóar fanirnar á hananum. Við verðum að taka slagt af þeim hérna til. Svona. Þá kemur skeggið á fluguna bara hérna. Við sjáum. Klippum það til. Svona. Og smerðum smá lakki hérna í sárið á fjöðrinni sem er hérna milli puttana með sjáðu. Þannig hérna, tökum smá lakk í nálina hérna og lökkum blitum fjöðrina svona, þá verður þetta meira til friðs og miklu þægilega að vinna með. Trikk sem að Jón kenndi mér. Síðan tíma þá ég lærði að hnýta hjá Jóni. Náðum þessu niður með þræðinum svona. Þá er rautt skegg komið á hana. Þetta er alveg góðulegi. Það má vera styttra, bara smekksatriði. Svo er kálfur. Við erum með rauðan kálf í vænginn á þessu. Á þessari flugu. Og hún passa okkur að vera ekkert nóg mikið á honum. Hann var ekki að dressa þessa flugu of mikið. Hann var ekki hrifinn að átressa sína flugur. Þannig að hann verið mjög mikið vatn. Þá kemur kálfurinn hérna. Við þurfum að vinna með kálfinn. Það er svona, ég nenni ekki að vera að stokka kálfinn. Það er mjög óþarfi. En það voru að taka hárin á honum sem sé svona saman og snúa þessu svona saman. Þannig að þetta verið til friðs og tolli. Einn svona, kannski. Þessa lengt. Við gerum saman með þetta. Blitum þetta með lakki. Sjáum við hérna, þetta er góð aðferð þeir eru að vinna með, sko, sjáum við hérna. Bara smá smitt, þá tollir þetta saman. Og það munar þetta. Bara prófa þetta og segja mig hvað þið finnst. Ykkur finnst þetta í kommentum. Svo kemur vængurinn hérna niður á fluguna, svona. Þú vantilega að taka á þessu alveg bara fast. Snú upp á þráðin hérna til þess að fá bólk á hann, svona. Og svo er það síðasta final touch. Þá erum við með sem sé vaskakeðju augu hérna. Lítil, þetta er svona pennakeðju augu eiginlega. Man alltaf í sparisjónum, það var alltaf að reyna að stela, kannski stelast í þessar keðjur hérna sem krakki, ná sér í nýtingaefni. Ég segi nú bara þau brot eru fyrnd í dag og sparisjónum hérna löngu farin á hausinn. Ég segi bara mér er fyrirgefið. En þá er Sigga svört eiginlega bara klár, þið sjáu hvernig þessi fluga lítur út. Við höfum þetta hérna surra auguna eins betur niður á hana. Sökkum þetta svona. Svona, ekki mikið meira en þetta. Svo kemur núturinn hérna yfir þetta. Eitt sem við erum að passa ykkur á þegar við erum að vinna með svona augu. Svona baðkeðju augu eða vaskakeðju augu, já. Það eru hérna, það geta verið beittir svona kantar á þeim sem geta skorið þráðinu.
Þannig þegar hún viti af því að við erum að fara að nota þetta efni, þá á það alveg til að vera með stæla. En þá er Siggasvört, þetta er Jón, meistara Jón Sigurðsson, klár. Sjáum þetta hérna, þetta er fallegt. Eina sem við möndum að gera það er að bragða á hana lakki, það er að segja Solaris Boncure lakki, uppáldi hjá mér þessa dagana og látum það kóta hérna hnútinn og allt. Passa okkur að blindi ekki augað og svo er bara græja ljósið á þetta og snappa þetta með ljósinu. En þá er Siggasvört eftir Jón meistara Jón Sigurðsson klár og við stefnum að sjálfsögða það að nýta alla flugurnar hans. Það eru 50 stykki og ég er ekki búinn með nema kannski 7-8. Þannig að það er nóg framöndan ásamt öðru. Þannig ég þakka kærlega fyrir áhorfið því með endilega gerast áskrifendur á rásinni, setja like á vídeóið og deila því. Ég geti styrkt rásina, ég sé hvernig gerir það í lýsingun og vídeóinu fyrir neðan og uppskriftin á flugunni það líka. En þangað til næst bara, þá sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.